Sælir elskurnar. Jæja, við ætlum að kíkja í nokkuð spil. Sjá hvað þau vilja segja okkur. Wow, hér er eitthvað gott á leiðinni. Óvæntir peningar, óvænt gleði, óvæntur einstaklingur sem droppar inn og það geti verið skatturinn, það geti verið launahækkun, það er einhvers konar opinber stofnun sem er að gleðja þig í þetta sinn. Fyrir aðra ykkar þá geti þetta þýtt stöðuhækkun og það að þið séu að hljóta viðurkenningu fyrir vel unnin störf sem þið eigi svo sannarlega skilið. Þessi kona sem kemur hér upp gæti skipt máli hvað þetta varðar. Gæti verið þú eða einhver sem er þér náinn. Það sem kemur í spilunum er ekki alltaf beint til okkar sjálfra. Getur líka verið til þeirra sem er í kringum okkur. Þannig að þið hafið það á bak við eyrað. En hvað sem það er, þá er þetta óvænt sem að gerir þetta helmingi skemmtilegra. Þetta er ekki stórar eða miklar fjárhæðir eða einhverjar risastóra breytingar. Þetta er í smáum stíl en nóg til þess að gera einhvers konar mun, gera gæfumun fyrir okkur. Og við verðum bara að muna að vera þakklát fyrir allt gott sem kemur inn í okkar líf. Ef til vill er þessi kona að koma með þessa gleði til okkar. Eða þú ert gleðigjafinn í hennar lífi. Það geti líka verið. Í sumum tilvikum táknar þessi officer hérna, eða hvað á að kalla hann, manneskju sem er í búningi. Það er að segja lögregla eða her eða einhvers konar yfirvald. Það getur átt við í sumum tilvikum. Og ég sé fyrir mér þennan mjög svo stolta og svona reffilega herramann koma með þennan glaðning inn í líf þessarar hvað ég var að segja. Þessara konu sem að hinga til, ef til vill, hefur búið ein, verið mjög sjálfstæð og á ekki von á neinum miklum breytingum í sínu lífi. En þetta getur verið í formi bæði rómantíkur og einhverja gjafa eða einhverjar aðstoðar sem að munu skipta hana máli. Og tökum við aðeins hérna fleiri spil. Ok. Þetta getur verið manneskjur sem hafa þekkst síðan í barnæsku. Börnin ykkar eða annarra manneskjunar gæti komið við sögu hérna. Og það er eitthvað gamalt sem að þarf að víkja hérna fyrir nýju. Þú eða einhver annar í þínu lífi þarf að búa til pláss til að taka við þessum nýja glaðningi. Í einhverjum tilvikum geti þetta verið í formi barns, það er að segja heimsókn frá barni eða
einhver kemur með barn með sér og börn þurfa alltaf svolítið pláss þar sem þau eru og það þarf að gera ráð fyrir þeim. Og þá er að gera bara að spyrja sjálfa sig hverju get ég sleppt til þess að hleypa þessu barni eða þessu nýja inn í líf mitt þannig að það fái dafnað og vaxið hjá mér. Í langflestum tilvikum það ósköp auðvelt því að flest okkar eiga allt og mikið bæði af efnislegum hlutum og eins eru skúmaskotin í huganum okkar og hjartanu okkar oft full af einhverju sem að mætti missa sín og við mættum hafa það oftar í huga að opna hjart okkar og huga fyrir því sem er nýtt og vinnur betur með okkur á þeim stað sem að við erum í staðin fyrir að velta okkur of mikið upp úr einhverju gömlu og ef til vill sársaukafullu. Ok. Þá tökum við hérna síðasta spilið. Það er þessi fallegi maður sem starir hér beint inn í okkar augu og þegar þessi maður kemur upp í lögn þar sem að þessi kona er stödd, þá höfum við hér par. Þannig að í mörgum tilvikum allavega hérna einhvers konar rómantíska tengingu að ræða. Rósin hérna sem hún heldur á segir mér það líka og þó að hann sýnist vera rosa kúl og yfirvegaður þá bærast einhverja fyrirætlanir hérna í brjósti hans. Hann kemur í sínu fínasta pússi og kemur hérna með eitthvað nýtt og spennandi og skemmtilegt inn í líf þessara manneskju. Þannig að þetta hrópar á mig sem einhvers konar ástarsamband. Nú, ástarsamband sem að felur í sér eitthvað nýtt getur ekki verið annað en skemmtilegt og gæti falið í sér hérna bókstaflega barn. Barnin gæti komið með hvorum aðilanum sem er og það getur líka verið eitthvað óvænt annað en barn sem kemur með hinum aðilanum. Það getur verið nýr nýr lífstíll eða einhvers konar ný leið til að takast á við lífið, eitthvað nýtt, ný aðferð sem að annar aðilinn vill skoða hvort það hendi í þessu lífi. Það getur verið nýtt form af sambandi, nýtt form af sambúð. Eða það að flytja loksins saman í einhvers konar heimili eða hús þar sem er búið að taka svolítið til og gera pláss fyrir þetta nýja eins og ég var að tala um. Þetta lofar afskaplega góðu. Sterk og falleg orka sem kemur með þessum spilum fyrir báða þessa einstaklinga og ef að þú ert annar þeirra þá myndi ég bara láta mig fara að hlakka til
Svo mörg voru þau orð. Ljós og kærleikur.